kenndi sig alltaf Arnardrák því hann systkin hans og foreldrar þau bjuggu í Arnardrák í Landbroti í Vestur-Skaftafellssýslu. Og þegar hann byggði þetta hús þá einmitt nefndaði Arnardrák. En þau hjónin hérna, Silvía Guðmundsdóttir og Ólafur Lárusson, héraðslæknir, þau ráðast hingað til Eyja 1925 og hann gerðist héraðslæknir hérna í sjúkrahúsi Vestmannaeyja. Einnig var hann læknir á Franska spítalanum til 1928. Þá Franski spítalinn lagður niður. Hann var ásamt Páli Kolka, þeir stjórnuðu sjúkrahúsinu, en þeir virtust ekki eiga skap saman svo að samstarfið var ekki alveg eins farsælt eins og til stóð. Og það enda með að Ólafur Lárusson kaupir þessa lóð hérna og byggir hérna fullkomið sjúkrahús. Hann opnar þetta 1928. Hér niðri voru 2 læknastofur. Fyrir hlutin var hér þar sem að fólki kom inn og fekk bara almenna lækningar. Hér fyrir innan var skurðstofan. Og á miðhæðinni þar voru 12 rúm. Ímyndið var 12 rúm á því svæði. Og eftir skurðaðgerðir, hérna niðri, þá þurfti að bera sjúklinginn upp stigann. Þau bjuggu á efstu hæðinni. Silvía og Ólafur, þau áttu 9 börn, 3 stúlkur og 6 strákar. Það var strax mjög vinsæll læknir og gegnum tíðina þá var hann heiðraður bæði frá franska Rauða-krossinum og þýsku ríkisstjórninni. Það vantar annað hérna, þessi heiðursmerki fékk 2, það ekki fundist þetta frá franska Rauða-krossinum. Ættingjarnir eru búin að leita í öllum fórum og ekki fundist. Það hefur verið gaman að eiga þetta á það.